Við ætlum að halda áfram að taka stöðuna á Vopnafirði. Það er komið að íþróttum og til mín í setti er komið Víglund, stjórnarmann Einherja. Velkomin. Já, þakka kærlega fyrir. Staðan á Einherja, svona í stuttumáli, hver er hún þessa dagana? Staðan er nokkuð góð. Við vorum að skipta stjórn og ég er ný stjórnarmaður í henni. Fráfarandi stjórn er öll farin út og kom ný stjórn í staðinn. Og viljum bara byrja að þakka fráfarandi stjórn fyrir frábærlega velunni störf. Og það er ótrúlega reynsla sem er að fara út úr félaginu og menn sem hafa verið hérna í 40 ár, sá sem lengst hefur verið. Þannig að það er gríðarlega reynsla farin. Já. Og við erum náttúrulega komið til með að leita til hennar með ýmis málefni. En með nýju fólki koma nýjar áherslur og nýjar breytingar og ýmislegt, og nýjar hugmyndir jafnvel. Þannig að við bara höldum ótrúlega áfram. Það eru nýjir og breyttir tímar framundan. Hvaða nýju áherslur, ef við getum talað um einhverjar, eru hjá ykkur? Svo sem kannski ekki stórar áherslur þannig, en það eru auðvitað breyttir tímar. Við erum að fara að fá vallarhús sem gjörbreytir allri umgjörð í félaginu upp á vallarstæði. Þannig að það náttúrulega breytir öllu og vonandi fáum við strandflagsvöll og ýmislegt fleira sem breytir umgjörðinni fyrir okkur. Það er nú alþekkt þarna, já bara altalað hvað það er öflugt starf hjá Einherja og þegar meistaraflokkur er að spila og jafnvel yngri flokkar þá er mætingin gríðarlega góð. Já, við erum með mjög öflug yngri flokka og við erum með yngri flokka starf í bæði fótbolta og blaki. Ég held að séu kringum 60 krakkar hjá okkur í fótboltanum og 35 í blakinu og þannig að það er mjög öflugt yngri flokka starf og við erum ótrúlega stolt af því. Og við til dæmis erum að fara að tefla fram liði í 3. flokki kvenna í 11 manna bolta sem magnað á svona litlum stað og þar má alveg nefna það að þar voru 3 stelpur til dæmis valdar á úrtaksæfingar í U15 núna og fóru síðustu helgi þannig að sem ótrúlegur árangur. Það er virkilega magnað. Það er það. En meistaraflokkarnir, hvernig er staðan þar? Staðan á meistaraflokkunum er þannig að við erum í viðræðum fyrir þjálfara í meistaraflokk karla og það er bara langt að við komin og vonandi getum við bara tilkynnt það á næstu dögum. Og kvennamegin erum við svona ekki alveg búin að gefa upp vonina þó við höfum dregið liðið úr keppni að við erum í viðræðum við Sindra að tefla fram sameiginlegu liði ef það er hægt. Nú er það svolítið langt á milli staðana samt Vopnafjarðar og Hafnar. Hvernig kemur þetta til með að ganga heldurðu? Þetta leysist alltaf held ég. Þetta náttúrulega snýst líka svolítið það hjá okkur að reyna að finna verkefni fyrir það stelpur sem á staðnum því það eins og ég sagði stutt í 3. flokkslið okkar og við viljum reyna að halda þessu svona þangað til þær koma og taka við. Já, efnilegur á leiðinni. Já, það er það og mikilvægt að reyna að halda þeim sem fyrir eru því þessar ungu stelpur þurfu náttúrulega á reynslu að halda þegar þær koma upp þannig að það er mikilvægt að halda þeim stelpum á tánum sem á staðnum. Er þetta ekki eðlilegt í bæjarfélagi sem með þetta marga íbúa að það komi ákveðnar sveiflur? Það bara ákveðið margar stelpur í ákveðnum árgöngum og svo framvegis? Jú, algjörlega og við náttúrulega erum svolítið að lenda í því karlamegin að það eru mjög fámennir árgangar sem að koma núna þannig að við erum í svolítið basli en við getum kannski þakka fyrir það að þeir heimastrákar sem hafa verið virkilega svona trúir félaginu og verið í fjöldamörg ár og margir hverjir fengið boð annars staðar frá en alltaf hafa haldið trúi félagi og það er þess vegna sem við höfum getað haldið út í liði undanfarin ár. Uppbyggingin á svæðinu, hún lítur að vera gríðarlega mikilvæg líka í ljósi þess að það er langt í næsta varavöll ef það er ekki hægt að spila á Vopnafirði. Já, það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að byggja upp og við náttúrulega eins og segir að við erum mjög langt í burtu og Egilsstaðir bara næsta sveitafélag sem með völl fyrir okkur. Þannig að það er gríðarlegur ferðakostnaður og við held ég getum verið ótrúlega stolt af samfélaginu því það er nú þeirra vegna sem við getum haldið út í íþróttafélaginu. Við erum með ótrúlega sterk fyrirtæki og bara fólk í samfélaginu sem tilbúið að vinna sjálfboðinu til þess að halda þessu gangandi. Og nú blakið alltaf eflast meira og meira líka og þessi strandblaksvöllur sem þú talaðir áðan hann hlýtur að vera mjög kærkominn fyrir þá sem að stunda blak. Já, klárlega og það hefur verið svona baráttu að fá hann á staðinn og það kemur til með að lyfta blakinu upp. Aðstæður eru náttúrulega ekkert svakalega góðar. Yfir vetrartímann erum við með eitt lítið íþróttahús og þar kemst fyrir eitt blakvöllur og það er ekki löglegur handboltavöllur einu sinni, þannig að
þar getum við eftir vetratíman, en síðan á sumrin í fótboltanum erum við með 2 grasvelli sem eru bara fínar aðstæður, góðan völl og síðan gamla frímerkið sem er gulls í gildi, og síðan ef við fáum þennan blakvöll upp á völl og nýtt vallarhús, það náttúrulega bara er þvílík lyftistöng. Gervigras, væri það eitthvað sem myndi gera gott fyrir ykkur? Bara ég held að það gerir gott fyrir alla svona í vetratíman að fá gervigras, og vonandi í framtíðinni verður það raunin, en það er náttúrulega kostnaðarsamt og við náttúrulega erum að fara í eina mjög kostnaðarsama, með vallarhúsið, það kostar sinn pening, þannig að við byrjum á því og vonandi í framhaldinu getum við fengið gervigrasvöll. Eitt skref í einu. Eitt skref í einu. Þessi þriðji flokkur sem þú talar um, hann er náttúrulega afrakstur líka því að það er gríðarlega mikið og sterkt yngri flokkastarf unnið hjá Einherja. Já, algjörlega, og það er náttúrulega kannski líka, það er ekki rosalega mikið val að velja íþróttir, sko. Þú hefur blakið og þú hefur fótboltann, og krakkarnir eru, nánast hver einasti krakki á Vopnafirði er að stunda annarkvort blakað og fótbolta. Þannig að það er ekki mikið samkeppni. Nei. En að sjálfsögðu hefur við lagt mikið upp úr þessum greinum og gerum eins vel og við getum. Við til dæmis vorum að byrja með markmannsæfingar sem hefur ekki byrjuð í síðustu viku, sem er mjög góð ábót. Því við höfum svona undanfarin ára alltaf þurft að sækja okkur erlenda markmenn, sko, í meistaraflokkana. Já. Síðan er svona uppi hugmyndum að hefja styrktaræfingar fyrir 7. til 10. bekk og framhaldsskóladeild undir leiðsögn íþróttakennara. Það er svona, við erum alltaf að reyna að bæta við og reyna að vera samkeppnishæf við þá sem er í kringum okkur, þó að aðstæðan kannski er aðeins öðruvísi og aðeins erfiðari, að þá reynum við að gera eins vel og við getum úr því sem við höfum, og það hefur alltaf verið gert. Þarna verður að hugsa út í það líka, eins og með það að reyna að ala upp markmenn til þess að þurfa ekki að kaupa erlendan markmann til þess að vera með þá heimamann í þeim flestu stöðum. Já, klárlega, en ekki það, við erum búin að vera ótrúlega heppin með markmenn sem við fengið, gæða fólk og ótrúlega góðir markmenn, og til dæmis sá sem er að sjá markmannsþjálfun er sá sem hefur verið í meistaraflokknum í síðustu 3 ár, og algjör gæðapiltur, en að sjálfsögðu viljum við reyna að finna eitthvað fyrir þá krakka sem hafa áhuga að stunda mark og gefa þeim möguleika að geta bætt sig á sínu sviði. Akkurat. Því það er erfitt fyrir þjálfarana að fara að skipta niður á æfingum, því húsið er lítið og tíminn takmarkaður. Akkurat. Víglundur, takk kærlega fyrir að koma í settið og gefa okkur innsýn í Einherja.